með þarna 3000 ára gamla hefð sem hefur ekkert breyst. Nei. Þú lappar út af þessu geðveika samfélagi, sko, geðveika. Já. Eða svona, þetta svona núnings, þetta svona, samfélag okkar það mikið núningur. Já. Skilurðu? Núningur áreiti og... Já, þetta svona margir fletir á nútíma manninum, sko. Já. Og hérna, og oft fátt til ráða vegna þess að sko, þitt persónulega space, það þrengist alltaf meira og meira, sko. Bara í gegnum smart tækin, þá ertu eldur uppi af markaðsöflum, basically, og okkar samfélagi keyrt aldrei áfram að debit og kredit, sko. Og þeir eru komnir svo inn í kórið á þeir, sko, með stýrikerfin, í að stýra því, sko, hvernig þeir líður og stýra þeir sem, sko, kaupanda, bæjar. Og með því að alltaf að vera að stýra því í það að búa til svona samanburðarsamfélag. Þannig að þú situr aldrei uppi öruggum með sjálfa, en það skal alltaf takast að sýna það fram á, sko, að það eitthvað annað sem betra og fullkomnara. Þú ert í raun og veru alltaf ómögulegur, alveg sama hvað þú gerir vel. Og meðan þú ert ómögulegur, þá ferðu og kaupir eitthvað til að sefa þennan sásauka, sko. Og þú veist ekki það að ég sé hallur undir samsæriskenningar. Hins vegar, ef ég væri að reka fyrirtæki sem ég þyrfti að ná, sko, með viðhorfsstýringu til markaðarins, þá gerur allt sem þú getur til að komast inn fyrir og inn í vitundarkerfi mannsins til að stýra hegðunars. Og það til nóga upplýsingum og fræðum í dag til þess að sem að fyrirtæki hafa aðgang að fyrir utan tölfræðina til að plæja sig inn í hópa sem þeir bara markhópa sem þeir velja. Og áður þú veist af, sko, þá ert þú á leiðinni þarna til að gera þetta og hitt. Og þetta eru þúsundir aðalar sem að keyra á þig, sko. Þannig að, eins og ég segi, you are hunting down to the drain, sko. Og þá gott að komast í svett. Af því að svettið, þú veist, svona útgönguleið úr sér geðveiki í, eins og ég segi, 3000 ára gamalt dæmi. Það bara eldur, vatn, jörð og vindur. Söngvar sem eru sungnir. Og eina sem hefur breyst þú ert í nælon eða eitthvað. Buxum í staðis að vera í skinni, sko. Annars þetta allt eins. Og þetta svo mikið svona frelsun, sko. Þetta svo mikið, fyrst alveg mjög öflug núvitundarkeisla. Þú ert alveg tekin inn í svona algleymi. Og krafturinn í þessum elementum sem eru notuð það mikill að þú getur komið inn í svett með þínar hugmyndir sko, eins og ég hef svettað, ég veit ekki, mörg hundruð, kannski 1000 sinnum eða hvert einasta svett kemur á óvart. Og hvert einasta svett sigrar mann. Þú veist, það tekur það alveg niður í auðmýktina. Já. Og það jafnar alla út í það að vera í kollektív energi, sko. Þannig að það energi sem tengir okkur inn í svettinu bara samkennd og kærleikur og heiðarleiki. Já, því þú kemst ekki upp með óheiðarleika inn í svetti. Nei. Þú veist, þá gefst upp, þá ferðu. En ef þú hins vegar gefst upp á þann hátt að láta þessi element stýra þér eða taka utan þig, þá ferði ekki ennum þessi endurfæðingu sem svetti gengur út á. Það að segja, þú kemur inn í svettið til að deyja tákranum dauða, allt eitt gamla drasl, þú veist, verður eftir og kemur út nýr. En í raun og veru snýst þetta það að þegar við tölum tákranum dauða eða endurfæðingu, þá verið að tala þetta element sem við menninni dílum við, sem alltaf þetta tengsl og rof, sem þú þekkir eflaust úr þínum fræðum, sko. Þetta með að fara úr tengslum við upprunagetu sína. Fara úr tengslum við, sko, þetta, þú veist, að við fæðumst allir eins og við erum öll afur náttúrunnar og allt í náttúrunni lítur lögmáli, maðurinn gerir það líka, en það sem slæran út úr þessum tengingum þegar að vitund okkar rofnar við upprunagetuna og við förum að lifa svona inn í hugarheimi
og hugarheimi sem alltaf í fortíð eða framtíð. Við töpum núinu, við töpum raunveruleikanum og svo erum við bara komnir inn í þetta limbo, sko, bara hugurinn að gera okkur áfram og svona. Og þannig að svetti hjálpar okkur svo mikið við að komast tilbaka aftur í upprunagetuna. Þú veist, og þess vegna þetta, þú veist, ég óvirkur fíkill og óvirkur alkohólist og allt þetta og hef verið með margvíslega vinnu til að díla við þetta en svettið bara hentugt fyrir, þú þarft ekki að hafa lent inn einum drama þannig til þess að geta nýtt svettið sem svona hleðslustöð, sko, og sem svona skjól. Raun og veru þetta dálítið svona, getum sagt, frumstæð kirkja, sko, þó að sé ekki trúalegt í gangi, sko. Við erum komin vel á stað, við erum ekki bara að byrja í... Við erum komin langt á stað. Er ekki on? Jú, við erum on, sko, þannig að þetta bara góða pælingar. Við erum Tolli Mortens, myndlistamæður og mikill svona andlegur, hvað getur maður sagt? Bara maður sem leitar. Maður sem leitar, já. Já, maður sem leitar, sko. Og við vorum að ræða svettið mitt þegar við byrjuðum og ég fór í mitt fyrsta svettin daginn, þannig að mér langaði til að spyrja hana þess út í það. Og ég tengdi við, sko, að þetta var bæði erfitt líkanlega og líka, sko, það sem ég læriði hana, þú talar að láta einhvern tákræðin dauða, sko. Ég fór ekki út eftir fyrsta sessjónu sem 40 mínútur klukkutíma, því ég taldi mikið þurfa þess. Fór í annað sessjónið og ég var svo mikið að berjast á móti á að vera út það sessjón, en ég var gjössalega búinn og þetta tengist því að ég er bara svo ótrúlega þrjóskur, ég var erfitt með að sleppa tökunum á því sem ég að stefna á eða eitthvað svo leiðis og þarna lærði ég bara þú verður að sleppa þessum tökunum, skilurðu mig, og ekki vera að halda svo fast í eitthvað og vera þrjóskur þegar þú átt ekki að vera þrjóskur, því hugsanlega myndast þá meiri slaki og betri tengsl við það sem úrst að gera. Meðan þetta tákræni er það sem ég tók svona aðalega úr svettinu sem er bara mögnuð upplifun, sko. En þetta er aldrei svona lykillinn að árangri til að vaksa, til að breytast. Það er fyrstulega að acceptera, sko, að gangast við hlutunum eins og þeir eru og mæta þeim síðan með velvild og kærleik. Það er ekki fæta á. Heldur að gangast við þeim og hvíla í þeim. Þannig vex maður upp, sko. Nákvæmlega. Í fyrsta lagi ef maður accepterar ekki eitthvað, þá getur ekki breytt í. Og síðan þetta að vera alltaf tengdur inn í þetta compassionate energy, sko. Og treysta flæðinu, sko. Veist. Því það er alltaf eitthvað, þetta sem við kallum flæði, það er bara þetta mikla kosmíska lögmál sem við erum bara eins og dropi í hafi, sko. Já. Og það er að átta sig á því að þetta er virkt energi, þetta er virk orka frá degi til dags, frá morgun til kvölds og þú átt þátt í að skapa bara með þinni hegðun, þinni iðkun, það býr alltaf til einhver afleiðingu sem er basically orka og þannig að ef við erum að gera eitthvað sem við getum kallað jákvætt, fallegt, eitthvað gott, þá býr það til þannig orku og þá ertu að búa til þannig flow, þá fer það að tengjast þannig orku og þetta leiðir iðulega til farsælla niðurstöðu, sko. Þegar maður er hins vegar að berjast í erfiðri orku sem er kannski ofbeldisfull eða neikvæð eða sem sagt mikill sjálfsgagnrýni og svo framvegis sem mörg okkar eru í, ekki að því að við veljum það, heldur bara þetta ræðist alltaf því hvernig heilin okkar er. Og þá ert að uppskera þetta erfiða fló, þetta erfiða flæði, þá ertu raun og veru að berjast alltaf í brimgarðinu. Og ef við göngum út frá því að heilin sé alltaf að forrita sig eftir því hvar athygliðin er, þá lendur í þessari lúpu að þegar þú ert fastur inn í athygli sem er erfið, og þá segir heilin að þetta sé mikilvægt og er alltaf að forrita þetta, að forgangsræða þessu í númer 1, sko. Og þetta er ekki eitthvað sem maður velur, þetta er eitthvað sem maður setur uppi með. Og það hins vegar, sko, setur okkur á hana stað að skoða
þennan heila sem við erum með, sem mér finnst, sko nú vísa ég dálítið í breskan sálfræðing sem heitir Paul Gilbert, sem skrifaði bók sem heitir Compassionate Mind, og hann hefur unnið mikið með Buddha-klaustri í Skotlandi sem þetta við núvitund. Ég er með svo bókinni törskunni í lífun okkur. Já, heyr. Ég hitti hann gæja og þú veist, og ég fekk að þýða úrdrátt úr þessari bók í bók sem við kölluðum kærleikshandbókina, því að fannst okkur, þú veist, þessar upplýsingar vera svo mikið bara eins og skiptilíkill, þetta svo praktist, þetta svo handtækt, skilurðu. Og hann segir, þú veist, þegar hann búinn að greina heilan og allt í hann áttum við okkur á því að þessi arfleið bara hunderfið, að þá svo mikilvægt þegar hann segir, já, við völdum þetta ekki, þú valdir ekki það að vera með þetta, en þú situr uppi með það. Og það að átta sig á því að mikið af andlegum og sálrænum erfileikum hans stafa því hvernig heila við erum með, og svo fær maður upplýsingar að ég valdi þetta ekki, en ég set upp með það tekur svo mikið sémið í burtu, skömmina, að því erfileikar, þú veist, þeir búa oft svo mikið til skömm, ég ómölugur, ég lúser og ég að bera mig saman við aðra og svona. Og þegar maður fer eins og að skoða þetta en þessa persónulegu tilvistmanns í stærra samhengi, þá verða upplýsingarna svona frelsandi. Allt í einu fer maður að fatta það, já, ok, auðvitað þetta persónuleg saga, en hún ræðst að þessu lögmála að vera human being, sko. Og þá kom inn þessar upplýsingar hvernig þróaðist heilinn og af hverju þetta svona erfitt. Og þetta þetta erfitt vegna þess að 90% af kerfunum sem að þróast með heilanum eru på líf og dauða. Það bara varnarkerfið okkar svo öflugt. Þú veist, þegar tegundin á flótta undan sér hættulegri samferða lífverum, þú veist, villidýrum og náttúruhamförum og við þurfum að þróa með okkur þess að geta lifa af, bara á flótta. Í einhver mörg 100.000 ár eru við bara harða hlaupum undan einhverju helvíti, sko. Og við erum með þessa getu, við fæðumst öll með hana. Þannig að það ekkert skrítið að við erum dálítið í kvíða og vandræðum. Af því að kerfin eru þarna. Já, þá bara, þú veist, eins og komment frá einhverjum magænum með vinnufélag, þá það bara eins og að vera að ráðast á því og þá ferði og grípu kerfið. Já, þá, þú veist, viðbröðum vera svo dramatísk. Já, og málið að við stöndum ekki á móti krókudíli núna eða ljónið eða eitthvað, við þurfum ekki á þessu kerfi að halda þér unni. Nákvæmlega. En þetta veit maður ekki. Við erum ekki með þessar upplýsingar og þetta eru auðvitað upplýsingar sem að þyrftu bara strax að koma bara inn í leikskólana, inn í grunnskólana í formið, þú veist, þú getur leikið þetta, þú getur sett upp í leikkerf og myndasögur og tralalala, það er hægt að gera lífið svo miklu léttara með þessum upplýsingum og kenna aðferði við að æfa þetta, þannig að við förum að átta okkur á því, lífið er ekki eins alvarlegt og okkur finnst og við höldum, sko. Það eru þetta mjög frelsandi, þetta er ekki svona alvarlegt. Nei. Það er ekki svona mikið drami, þú veist, það er þar kemur, mér finnst það mjög flott, sko, eins og hvað var það hennar Paul Gilbert, sko, hvernig hann og búddistarsamfélagi, hann hefur unnið sérstaklega með einu náungar sem heitir Joden, sem er gott ef ekki meðhöfundar af þessari bók. Joden þessi hefur verið með námskeið hér á Íslandi og ég hef fengið að sitja retreat með honum og þar eru þeir að þá annars vegar eru retreatin, sko, búddisma eða mindfulness. En báðir þessir aðilar segja alltaf þetta að ef við höfum ekki compassion, ef við höfum ekki ástríka velvildi eða kærleik, svona ég veit ekki alveg hvaða orð á íslensku við notum yfir þetta. Við compassion. Já, við compassion, ástríka velvild, samkennd, kærleikur og svo love and kindness, það er líka. Þú veist, ef við höfum ekki þetta inn í þeirri iðkun að æfa mindfulness, þá breytust við ekki. Það verður þetta bara enn eitt fixið, sko. Við þurfum alveg þjálfa núvitund alveg í drep, sko, án þess að það breytir, heldur að verður þetta bara enn einn hæfileikinn til að forðast að horfast í augu við sjálfa þig. Það er kærleikurinn sem breytir okkur, sko. Það er hann sem gerir það að verkum að þú hefur hugur ekki til að sleppa, þú hefur hugur ekki til að opna kreftan nefa,
þú höfur ekki til að finna að þetta allt í lagi þú veist, og sérstaklega sjálfskærleikur, þú veist algjörlega. Að þjálfa með þessa ástríku velvild gagnvart sjálfum sér og það í raun og veru fyrsti staðurinn í stafrófinu, sko, það lærðu þetta að nálgast sjálfan þig með ástríkri velvild eins og viljiði vel einstaklega sem vilt vel af því að þú veist maður heyrt að þú veist sko þitt hálit þess að takmark verður eins og dómari sko þannig að þú stefnir á eitthvað með eitthvað sín eða eitthvað svo leiðis skilur mig að þá virka það sem dómari og grípu þig allt sem þú ert að gera þannig þú ert að gera eitthvað rangt sem tengist þessari sín að þá ertu strax svo dottinn í bara að dæma sjálfa þig þú veist að geta gripið þarna inn í þú veist auðvitað vill maður kannski hafa einhverja sín eitthvað en geta gripið inn í og þarfst ekki að slá þig á baki þú veist bara þú veist þótt að þú getur kannski oft munur á sko skömm og sektarkennd skömm ég hálfviti, ég mistök og ég bjáni en þú veist, ég kannski bara, já, ég gerði kannski mistök gerði kannski bara bjánalega hlut en þá kemur miklu öðru sér hvati við að breyta þeirri hegðun og þú farið ekki í þessa skömm skilur þannig að mér finnst það svo, grípa svo því ég var ótrúlega harður við sjálfum einu sinni bara, gjössalega var á bakinu á sjálfum minn, sko, og það var ekki gott, sko Nei, hún svo lífseg skömmin líka hún svona slímkennd það var rosa erfitt að eins og það lífsnauðsynlegt sko, að losna við skömmina og skömmin eins og ég hef lært hjá mínum terapista sko, eitthvað sem að þú færð frá öðrum þú fæðist ekki með skömmina inn í kjarvan heldur þetta sett á þig og þess vegna það mjög mikilvægt eins og í málefnum þeirra sem hafa vorið fyrir kynferðislegu ofbeldi þetta geta ávarpað gerandan á einn eða annan hátt og skilað honum skömminni það hefur svona magiskar afleiðingar það verða bara on the split of second breytast bara kerfin innan með þér og þetta hef ég upplifað sjálfur sko. Ég hef verið misnotaður sko, kynferðislega og ég hef mætt gerandanum og ég hef skilað honum skömminni ég hef sem sagt ávarpað og tilgangurinn með því ekki að hefna eða refsa eða heldur einfallega að fara inn í þennan gjörning að ávarpa gerandan og skila honum skömminni þú getur gert það á tákrænan hátt stundum þarft að gera það þannig eða þú getur gert það direkt en leið og gerir þetta þá bara eins og það breytist efnabúskapurinn bara í heilána og þetta gríðarlega frelsandi þú ert einhvern veginn sko ferðu fórnarlambinu yfir í það að halda á hlutunum sko orðinn gerandi sko þú heldur á þessu þá hefur þú ábyrgðin þú veist og þessi skilyrðing við atburðin og gerandan hún aftengist þannig að þetta mjög merkilegt sko það svo merkileg þessi geta sem við búum náttúrulega yfir þú veist, þegar maður horfir á svona setningu eins og allt sem þú leitar af býr innra með þér og þegar maður fer að þjálfa sig í núvitundarhugleiðslu að þá þessi staðhæfing að við búum öllu við getu til að hugleiða við búum öllu við getu til að heila okkur ef við leyfum því að gerast og þessi aðferð sem bæði í zen-búddisma og búddismanum almennt og víða þetta að sleppa og treysta að hvíla í því sem og basically ekki hafa skoðun á því það er að vera bara í reynslunni og við erum svo háði að vera alltaf intellektual að vera alltaf í rökræðinni sko. Vera alltaf í höfðinu en höfðið sko, hugurinn frábær græja, þú veist, við getum ekki verið án hans, en leið þetta tvíbent sverð, því þar þetta fangelsi, þar allur þessi vígvöldu lífsins, hann í höfðinu, sko, en leið og við förum að upplifa okkur heildrænt í gegnum öll kerfin, í gegnum orkustöðvarnar, í gegnum líkamsvitundina, líkamsminnið, í gegnum það að allt interconnected að eins í svettinu að þar sem við erum inn í arfleið Indjána þar sem að
andar og vættir, himins og jarðar, allar átt, allt þetta samtengt og þegar þú fer að hvíla í þessu energi og leyfa því að taka þig, þá gerast undur og stórmerki. Og undur og stórmerki þá veru að þú ferð að þetta hjálpa þér í að tengjast uppruna getunni. Sem að uppruna getan í raun og veru það sem að Buddha talar þegar hann talar the middle way, að strengurinn ekki á slakur, ekki á strektur, heldur akkurat á þeim tjún sem þitt upplag leggur þér til þegar þú kemur inn í þennan heim. Og þá vísa maður í það að allt í náttúrunni í þessu harmoníi. Þú veist, það eina sem svona dysfunctional í þessum kosmíska heimi okkar hugur mannsins og hugmynd hans sig, sem þessi sjálfseyðingar afl sem mannkynið að díla við. Því þessi hugmynd mannsins sjálfan sig, hún svo mikið með þessi element og varnakerfinu inni, ég verð að fá, ég verð að eiga, ég að missa, það er þetta stóra ég sem oft á tíðum bara skáldskapur. Já. Það ekkert þannig. Kemur engin staður í heilanum. Það miklu meira við. Við erum það sem ég þarf. Þú veist, til að ég geti frelsa mig frá mér, þá þarf ég við orku. Og við orkan verður til í compassion, sko. Mjög góða punktar. Ég að pæli, ég fer ekki ennum alltaf vanlega nokkar spurningar. Já, all right. Við henda okkur næstu? Eða bara fyrstu? Já, bara. Hver þín saga? Wow. Hvað ertu með marga tíma í þetta? Við getum bara verið eins lengi að viljum, en... Nei, smá djókur, mín saga, þú veit, ég orðin bara fullorðinn kall, ég vera nálgast 70, sko, 67 ára gamall, fæddur 1953 og alinn upp, sko, á þessum tíma eftir stríðsárana og já, 53, það ekkert, sko, ef maður tegir aftur fyrir sig, þá það bara, hvað við að tala 2010, þú veist, þessi heimsstyrjaldan hefði endað 2010-12 fyrir okkur sem lifum í dag, sko, 21, sko. Þannig að það mjög stutt síðan stríðið stutt síðan foreldrar mínir voru að velkjast í þessum heimsharmi sem heimsstyrjaldin var. Og svo kemur maður inn í heim sem að, það sem að, kapitalismin í svona blómaskeiði, sko, þetta baby boom tímabil, sko. Ég alveg upp með 5 bræðrum í Badmörgu hverfi, í Badmörgu skóla og einhvern veginn gríðalegt ævintýr að vera til á þessum tíma. Þú veist, það mín minning, mín reynsla, sko. Því að félagskapurinn, sko, hópurinn, barnahópurinn sem var að leika sér að græja og gera var svo stór, það var svo mikið að vera, sko. En svo, hvað var það svona fjölskyldu mína, þá móðir mín, hún dönsk og kemur kollung til Íslands og kynnist pappa sem þá var eitthvað 30, hún 18 ára og þau rugla saman reitum, hún kemur úr svona frá efnuðu fólki í Danmörku og hann hins vegar kemur af fátæku fólki, badmargri fjölskyldu, þar sem fjölskyldufaðurinn var frá Noregi, hann afi, og þau skilin og hann elst upp við mjög harðan kost af fæðir minn, sko. En úrræða góður og flottur kall, en svona harmur fjölskylduna liggur dálítið í því að hann ánetjast alkohólism og það litar rosalega uppeldið og umhverfið og hann var svona bóheim, hann vann aldrei hjá öðrum, hann lifði á sínu málverki, hann var málari, myndlistarmaður, sjálf menntaður og þannig að við ólumst svona upp í verkamanna umhverfi, svona bæjablokk og svona frekar svona töff umhverfi og maður lærði mjög fljótt að bara stóla á sjálfa sig, sko. Og
svo veikist móðir mín, foreldrar mínir skilja og fjölskyldan hún liðast í sundur bara einhvers staðar þarna á unglingsárum svona 16-17 ára og þá í raun og veru ekkert bakland og ég þá komin í það sem við köllum í dag neyslu sko, það auðvitað nota áfengi eins og mér fannst menningin gera kröfu til þú átt að byrja að drekka upp úr fermingu það raun og veru bara samfélagskrafa ef þú gerir það ekki þá ertu nú hálfgerður fáiði ég meina hver drakk ekki það var bara einhverjir mjög weird náungar sem voru ekki til í að detta í það sko. Og svo á þessum tíma þá kannabisefni að koma til land inn í heiminn sko þannig 18 ára eitthvað svona maður sogast bara inn í þennan hverfil og verður svo dropp át úr skóla og byrja strax þarna að laskast mjög mikið af neyslunni það að segja geta mín til að sko það vex innra með mér bara út á áföllum í bensku og unglingsárum og þá vex innra með mér svo mikill kvíði og vannmat en leið svona hleði ég dálítið á frontin sko og þetta leiði til þess að geta mín til að hvíli í námsbókum hún bara fer þannig ég svona drop out og enda í raun og veru bara í skjóli þess að vera farandverkamaður það matur og húsnæði og vinna skilurðu og maður flakkar landið á bátum og togurum og frystihúsum byggingavinnu og því sem til fellur og ég hafði komið frá Kristjaníu 1973 ansið illa farin á þess að fatta og næmir svona strik í þessari erfiðisvinnu sko og þar upp úr því þar átta ég mig á því að ég þarf að koma mér í skjól koma mér í einhverja ég 23 ára á togara og átta mig á því það engin framtíð ég hafði hins vegar enga getu til að læra að því að getan til að lesa stafinni voru ekki kjurr á blaðsíðunum þannig að það var ekkert inn í myndinni sko. En ég vissi ég gat teiknað og ég þreytti prófi í myndlistarskólan og náði inn og síðan var ekkert aftur snúið sko. Og þar kynnist ég þáverandi sambýliskonu minni og barnsmóður og byrja þá sambúð og sem stóð yfir í 15 ár með hliðum og sú sambúð var alltaf erfiðar og erfiðar ég hefði bara alltaf minni og minni getu til að elska og standa undir þeim svona tilfinningalega raunveruleika sem svona sambúð gerir kröfu til og endanum þá yfirgef ég þessa fjölskyldu og bý bara á minni vinnustofu í 2 ár og þá í ansi stríðri kannabisneyslu en aldrei hvarflaði að mér að mitt vandamál hefði eitthvað með fíknir að gera eða mér fannst þetta alltaf snúast meira bara þjóðfélagið og vitleysingan í kringum mig og ég vil utanríkisstefnu Bandaríkjanna eða eitthvað en að lokum þá fer ég í meðferð og það eru 26 ár síðan en allan þennan tíma starfa ég sem myndlistarmaður og að vera myndlistarmaður það hlutskipti, það gefur þér ofboðslega mikið svigrúm til að vera svona dysfunctional á þess að nokkuð sett út af það sko. Af því að það yfirleitt reiknað myndlistarmönnum til tekna að vera skrýtnir eða öðruvísi eða þá ertu bara eins og þú átt að vera þannig að var aldrei klukkað í mann eitt með þetta skilur en síðan hef ég, þú veist, oft bara farsælt og gott líf, ég hef fengið að lifa minni myndlist síðan 1984 ég hef aldrei kvikað frá því og bara gert það sem við þurft að gera til að að geta helgað mig því að vera myndlistarmaður og sannarlega hefur það gengið vel, þetta hefur ekki verið auðvelt, þetta er alveg svakaleg vinna og oft á tíðum sko þarft að leiða hjá þér álit annara og svona
fagsamfélag myndlistafólks því að það sýnir sitt hverju þegar að myndlistamaður eins og ég fer svona út úr hjörðinni og gera þetta á minn hátt það get allir sáttu við það en það hefur skilað mér árangri og sem ég mjög sáttu við og ég kynnist síðan núverandi konu minni fljótlega eftir að ég verð edrú og með henni á ég eina dóttir og eignaðist eitt son sem hún átti fyrir þannig að þetta eru 4 börn sem ég á í dag öll vænleg og blómleg og ég er bara á gott líf í dag ég starfa mikið í svona samfélagsmálum ef svo má segja með myndlistinni og sérstaklega í málefnum fangelsana þeirra sem eru þar inni og með því hef ég verið þú veist, ég hef verið að iðka og stúdera buddhisman og svettið hefur komið inn í líf mitt komið mjög snemma eftir ég var edrú og ég hef byggt upp mitt eigið svett og fleiri en 1 og fleiri en 2 og þannig að það er svona jafnvægi á milli þess að við eiga sitt prívat líf og vera svo að hjálpa öðrum og nota þetta í raun og veru þetta allt andlegt ferðalag þú veist af því að þegar það er komið svona fyrir manni að þú ert komin í algjört þrot og uppgjöf með sjálfa þig þá hefst í raun og veru leitin það hlýtur að vera til ykkur lausn það má segja þú veist ég lít svo á að fíknisjúkdómar séu afleiðingar af áföllum og að sá sem hefur orðið fyrir áföllum þegar hann fer að nota þá er hann að reyna að lækna sig þessi frasi sko að eiturlyf eru flóttið frá raunveruleikanum eins og einn vinur minn sagði já, ég bjargaði lífið mín á flótta að því að lífið er óbærilegt þegar að maður er eins og var komið fyrir mér 14 ára gömlum sko þá hafði ég enga getu í tilfinningarsamskipti og var orðin rosalega lost þannig að víman var svona mitt núvitunda kikk og svona frelsandi upplifun þú veist, þetta detti í það helgar og svo framvegis og þetta var svona leiðandi afl þar til að það er ekkit meira þar að hafa og þetta er bara að drepa mann sko. Og þá gerist þetta eins og segir í kenningum Joseph Campbell The Hero's Journey þá ertu komin inn í sko, það er svona fyrra stigið á því að drepa drekan það er að þegar þú gengst við því að þú sett fíkill og ég man eftir því ég fór upp í pontu hjá S.O.A. og því ég var í meðferðinni þar og fyrsta skipt á æfinni ég sagði ég heiti Þorlákur, ég er alkohólisti og þá ég raun að veru sko, þá fyrst gæti ég fara að gera eitthvað og það er sem sagt að gangast við mínu vandamáli, það breytist ekki nema ekki gangist við því og síðan hefst þetta mikla ferðalag að það er að vinna buga fíkninu og síðan þetta að finna út í hver er ég skilurðu og þar og það svar finnur ekki nema eftir andlegum leiðum af því að þú verður að ferðast inn á við og það ferðalag ferða ekkert í nema með svona spiritual leiðsögn og þar ferðu að mæta þínum mesta ótta og hver er hann þannig að það er sko hættan í svo ef þú þorir ekki eða færð tækifæri til að mæta sjálfu þér þá er svo hætt við því að þú verður edrú og þú ert laus við fíknina og þú ert inn í 12-spora samtökum og svo framvegis en þú losnar ekkert við kvíðan, þú losnar ekki við vanmátt, en þú losnar ekki við undirliggjandi sálfræðilega effekta sem stöðugt er að tráma þig, sko. Þín gömlu áfell eru sprelllifandi þó þú sér þættir að nota. Þannig að þetta er verkefni sem hver og einn verður að fara í á sinn hátt. Og þannig erum við komnir inn í ferðalag hetjunar að mæta sínu mesta ótta. Og þetta eru að sjá í Star Trek, Star Wars, Lord of the Rings, allstaðar er þessar sögur í gangi, sko. En það eru raunverulegar innra með okkur. Já, þessum tengjum svona mikið við það líka. Já, eðlilega. Þetta eru goðsagnir og ævintýri mannkynsins.
Það alltaf verið að segja okkur þessa sögu og gefa okkur tæki og tól til þess að mæta þessum ótta og trúlega þessi ótti bara út frá kenningum heilan eða rannsóknum heilan, þá þessi ótti stafar hann alltaf áföllum. Þú traumatiseraður og heilin hefur þróað þessa getu að forða þig frá sársauka og ef þessi áföll ekki meðhöndluð strax, þá fara þau inn í efnabúskapinn í undirmeðvitundinni og þar eru þau að stýra þér. Og þess vegna verður lífið svo erfitt þegar það líður á ævina því þú ert alltaf með undirliggjandi kjarnorku úrgang, tilfinningarlegan kjarnorku úrgang í undirmeðvitundinni sem alltaf að toxa, að eitra framheilan og dagvitundina og við erum alltaf að reyna að fixa það og sefa það, fá lyf hjá geðlækninum eða hvað eina, sko. En þetta alltaf þarna, þar til við fáum leiðsögn og öðlum getu til að mæta drekanum og þetta frábæra, sko, að þú sigrar ekki drekan nema að vera tilbúin að falla á spjóti sjálfur, að deyja. Og að þú hefur hugur ekki til að deyja í trausti þess að þú myndi endurfæðast, að ef þú gerir það ekki, þá myndi ekki sigra hann að dreka. Þessi algjöra uppgjöf sem svo frelsandi og þá komum við að þessu með þetta frelsandi viðhorf að þora að vera berskjaldaður. Já. Að vera berskjaldaður. Sá sem berskjaldaður hefur ekkert að verja. Hann frjáls. En við óttumst ekkert meira en að vera berskjaldaður. Að láta einhvern sjá hvernig ég á bak við gardínurnar eða á bak við tattúið eða þú veist. Þar svona en þegar við náum að deyja, það að segja ég tilbúin að leggja þetta allt á borðið. Ég tilbúin að horfast í augu við þetta og til þess að maður geti það í svona fullir alvöru, þá hef ég þurft að nota öll tæki og tól sem ég hef komist yfir til þess að mæta sjálfum mér. Þú veist, ég hef þurft fyrsta lagi, sko, tólsporasamtökin, ég eitthvað hugleiðslu reglulega og nota hana mikið, gríðarlega öflugt tæki, bara sem allir ætti að læra og nota, bara eins og busti í sér tennurnar, skilurðu. Þetta bara, sko, upplýsingin það hvað heilin getur verið erfiður á að gefa okkur vissun það, við þurfum þá að nota tæki til að taka ábyrgð á því og besta tæki til þess hugleiðsla. Nú síðan hef ég notað, þú veist, það sem að búddismin hefur kennt mér, síðan hef ég notað þerapista, fíkni og áfallamiða þerapista sem hafa hjálpað mér í að sjá sjálfa mig í stóra samhenginu og síðan að fara í tilfinningavinnu þar sem að þú ferð að nálgast tilfinningar sem þú vissir að væri ekki til eða augnablik sem þú vissir ekki að þú hefði farið í gegnum. Og því þarna down deep fjársjóðurinn, sko. Já. Í hellinu sem þau óttast fjársjóðun að finna. Já, nákvæmlega. Það alveg ævintýralega flott framsetning hjá honum á ferðalegi hetjunar. Algjörlega. Heyrðu, hvað helstu einu sinni væri satt sem úrstu öðru máli í dag? Eitthvað sem þú þurft að aflæra? Já, það mjög margt. Raun að veru, sko, þetta sem ég var að segja með fyrir hluta ævinnar, þess að þú lifir mjög mikið í ég-orkunni. Já. Og þegar maður fer átt að sjá því að ég að mestu leyti hugaburður og oft á tíðum, sko, ég bara erfið uppsöfnuð afleiðing og það ekki fyrir en að ég gefst upp fyrir mér og fer inn í viðorkuna að ég fer átt að má því að ég við. Þú veist. Það rosa stór lærdómur og kannski stóri lærdómurinn í því sem að ég hélt og veit núna að var blekking, sko. Já. Viðorkan raun að vera ególaus. Þú hefur alltaf egóið, sko, og egóið okkur að vissan hátt nauðsynlegt, en til þess að það vaxi á heilbrigðan hátt, þá þurfum við
eins og sagt þú veit getur þetta en þú getur þetta ekki einsamall þetta flott setning sko hún svona valdeflið gefur þig powerið og undirstrika það mikilvægt að þú hafir sterka sjálfsmynd og og sterka sjálfsvirðingu og mikla sjálfsást og þú hafir ego in a way, þú veist en þú nærið það með þessu að síðan það nærist það á því að vera inn í við orkunni það að segja ég næri mína sjálfsást og sjálfsvirðingu með því að hjálpa öðrum Já. Og með því að vera með öðrum sko þetta hjálpa öðrum raun og veru gerur það mest með því að hjálpa sjálfu þér með því að vera besta útgáfan að þér ertu virkilega að senda frá þig ljós Já, þá má sko ég hef oft áttaði mig og maður fara raukur því að það náttúrulega ekki sjálfselska ef þú ert að gera það besta fyrir þig því þú ert alltaf tengdur öðru fólki Já, nákvæmlega Þannig að það sem gerir fyrir sjálfæði hefur góð áhrif á aðra þannig að það ekki sjálfselst og hugsun sjálfæði líka Þetta góð Það áhugavert sko Já, algjörlega Af því að þú ert ekki bara þú núna líka þú eftir mánuð, eftir ár, eftir 3 ár skilur ímyndaðir þú byggið upp núna hversu öflugur þú getur orðið og hversu mikið hefur það áhrif á aðra fólk kringu þig og ég meina ef þú stefnir að vera betri við getum ekki lifað án hvers annars þannig að þú væntanlega tekur annað fólk inn í myndina bara maka eða vinnufélagann eða börnin eða vinina og þá þá þetta einhvern veginn ég hef svo mikla trú á því að við séum miklu tengdar heldur við höldum og það skiptir virkilega miklu máli hvað maður gerir þetta stæðilega og hvað áhrif maður hefur á annað fólk og það ég oft rætti þetta sko ef maður gerir eitthvað bara með maður ákveður það, maður ætla að gera eitthvað gott fyrir einhvern ef maður hefur góð áhrif einhvern, maður finnur fyrir því og það virkilega gerði eitthvað gott fyrir hann einsling eða einhvern ég held að sé ekki til einhver tilfinning sem toppar það ef maður bara læra síði sko ég held að sé ekki til betri tilfinning sem þú upplifir og þú finnur það eitthvað sem þú ert að gera að hjálpa öðrum ég veit ekki hvort það sé til betri tilfinning sko Þetta fallega sagt og ég deili þessu alveg með þér og það líka í þessu sko sem líka mikilvægt það að vera ekki þannig tengdur inn í það að hjálpa öðrum að þetta sé að það sé hagsmunatengt Nei, nákvæmlega það sé svona hangi eitthvað á spýtunni vel að ég lít út fyrir að vera rosa góðu gæi sko. svakalega tolli góður alltaf hjálpi og svo mér mjög andum það að reyna að halda þessu merki á lofti þú veist, það sem hefur kannski frelsað mig frá þessu því ég til mig ekki vera það bara auðmýkt og auðmýktina bara lærði ég út frá þjáningu bara fucking erfitt að vera ég og þegar ég byrjaði að vinna mig upp úr því bara eftir þessari leiðsögn að vertu með, hjálpaðu öðrum og svo framvegis að þá það alveg skilyrðislaust ég hafði enga getu til að meta þetta ég var bara trú að treysta því að þessi leið væri leiðin svo smá saman valdeflismaður og fær power en maður hættir ekkert maður heldur bara áfram að gera þetta af því að þetta leiðin the way, þú veist þetta bara leiðin og þú getur alveg treyst því eins og í svettin að treysta eldi, vatni, jörð og vind þá getur þú treyst því að þessi leið ástríkra velvildar bara leiðin og þú munt eiga farsælt líf á þess að það þurfa að bústa eitthvað egoið heldur bara þetta bara eins og þessi the way, þetta bara leiðin Já, mjög hórt líka eins og talar sko með að gera til dæmis góðverk munurinn af því að geta gert góðverk og ekki segja henni frá því og að gera góðverk og vera flaggað út allt hvað ásetningurinn ég veit ekki hvort það sé eins fattar það mig? Nei, þetta getur orðið tvistið sko. Þetta eins og sko í hugleiðslu þú sest niður í hugleiðslu og allar að láta þig líða vel það mun ekkert gera sko. Þú mun lendi í ströggli sko. Og þess vegna alltaf verið að kenna mann í hugleiðslunni sko ekki setjast niður og reyna að ná það því að þú fegst svona gott kikk í hugleiðslu í síðustu viku og þú ætlar að reyna að ná því aftur. Heldur þetta alltaf skilyrðislaus aðkoma þá og menn þekkja þetta til dæmis úr íþróttum og listum sko þegar allt í einu hugurinn alveg frjáls
og það hangir ekkert á spýtunni annað en bara gjörningurinn sem slíkur og þá einhvern veginn gerist þetta alveg eins og sjálfu sér og þú masterar þetta. Flæði eða sónið. Já, bara bang, sko. Það eins með hugleiðslun og það eins með þennan lífstíl. Já. Að bara einhvern veginn, wow. Og það svona eins og sko, eins og ég að upplifa að hérna, og nú tala maður dálítið sjálfan sig, sko, en svona leitastu að hafa formerki við, samt sem maður inni, það að í gær var ég að hérna ásamt félögum mínum að landa skýrslu, framkvæmdar, eða sem sagt, ég leiddi hérna starfshóp fyrir félagsmálaráðuneytur og fleiri ráðuneytur málefni fanga, sem fætti af sér hugmyndafræði og svo hugmyndafræði leiddi aftur til hérna framkvæmda hóps sem ég leiddi og sem var að skila svo af sér byltingakenndum tillögum og breytingum í málefnum fanga hér á Íslandi. Og þetta allt komið til að því að ég ráfa inn í fangelsi fyrir 20 árum með sponsornum mínum og bara til að fara með fund og eitthvað og síðan hérna smá saman að þá vefur þetta upp á sig að þetta leiði til þess að ég að fara inn í fangelsið sem þetta næstu 20 ár einu sinni í viku ár eftir ár stundum með góðum félögum stundum fleiri ár bara keyra einn yfir heiðina einu sinni í viku og mæta með hugleiðslufund og kenna og vinna í þessu og hérna oft var sagt við mann vilt ekki fá hérna borga allan að bensín bara nei, það má ekkert koma inn í þetta það má ekkert sem svona skekkir þetta að maður bara í þessu flæði og hérna gæðin liggi því ég þarf að hafa fyrir þessu og ég finn að það er sko útborgunin raun og veru það er verðmæti því að þurfa að hafa fyrir því að hjálpa öðrum og gefa sér tíma og allt þetta því það ég upplifði að það gaf mér svo mikið í þann tíma sem ég þó átti eftir sko í leik og starfi og þetta gerði rosa mikið fyrir mig í minni vegferði að verða heill að fara austur og vinna með þessum strákum og læra af þeim þetta auðvitað þar sem þjáningin þar meistarinn sko og ég lærði rosalega mikið af þessum strákum bara lífið, þjáninguna, upprisuna alla arfleiðina, Jesús, Búdda, allt þetta sem verið að kenna okkur, það allt, þú finnur þetta allt á Litla-Hrauni, sko. Þar í raun og veru, sko, að því að sko, svo orka sem fellur niður spíralinn, niður á lægsta rými samfélagsins, segir allt samfélagi sem þarf að segja. Þversagnakennt, en samt, þarna þetta, vegna þess að öll spiritual arfleið mannkynsins dálítið upprisuna, hérna uppskeru þjáningarinnar, hvort sem það Jesús á krossinum eða lótusblómið úr drullunni, sko. Og þetta snýst alltaf það að okkur munum verða á, og við munum verða fyrir mótlæti í lífinu, við munum þjást, við munum gera mistök, allt þetta mun vera og það hvað gerum við þessa reynslu, hvernig grípum við hana og þú veist og það, hvernig gríp ég sjálfa mig með öll þau mistök sem ég hef gert í lífinu þetta, þú veist, þetta samtal og samstarf sem ég átti við þessar stráka sem sátu hann inni sem hefðu gert hroðalega hluti og sátu inni út af þessu karma en að læra það á bakvið þennan harm var manneskja með heila upprunagetu í langflestum tilfellum auðvitað einstaklingar þarna sem orðið það framheila skaða að hérna það erfitt að komast fyrir þá að komast tilbaka en megnið af þessum mönnum fíknisjúklingar hérna með áfallasögu það sem að samfélagið brást við brugðumst þessum mönnum og þess vegna hérna, fara þeir inn í þetta stjórnleysi með þessum harmi og ofbeldi og setja þarna allir saman á sama farrými og að koma þarna inn og átta sig á því að þeir búa allir
þetta allt eiginlega óslípaði demantar, því hver og einn af þessum mönnum sem nær bata og kemst út í samfélagið býr yfir sko, svo miklu, harmur þeirra svo mikil verðmæti þegar þú snýrði í ljós. Þú veist, þegar einstaklingur sem hefur farið í gegnum svona nær góðu lífi og fer að hjálpa öðrum, þá hefur hann svo mikla getu. Hann hefur svo mikla reynslu og þegar að svona maður fer inn í myrkrið og hitta félaga sína, þá bera þeir svo mikið traust til hans. Þeir vita að hann ekkert með neitt bullshit. Þú veist, þess vegna og já, og síðan leiðir eitt á öðru, þú veist, allt í einu maður bara komin með mjög mikla reynslu og mikil tengslin í þennan heim og svo allt í einu bankað upp og mættur Ásmundur ráðherra og segir, ert þú til í að koma að vinna með okkur? Og þá opnast þessi gluggi inn í hinn pólitíska verulega, inn í samfélagsstruktúrin að, heyrðu, nú getum við farið inn, það opin hurð og þú getur ekki sagt nei. Þú verður að fara inn með þessa reynslu og halda áfram að kominni þá út í kerfin, sko. Og þarna ég á ferðalagi, búin að vera á ferðalagi þar sem að ég ætlast ekki til neins, en það leiðir hins vegar til þessa að við erum bara komnir inn í struktúrin og erum hluti af samfélagsbylgju sem allstaðar að rísa í svo mörgum málaflokkum, samanber MeToo, samanber uppreisn ellilífeyrisþega og geðfatlara, forræðishyggju og valdmiðaðri nálgun. Við erum allstaðar að rísa upp gegn þessu, sko. Og þetta það sem að gerast í þessum málum líka. Og þetta bara gerist einhvern veginn, eins og ég var að segja, þetta svona bara the way, þetta bara vegurinn, þú þarna bara skilyrðislaust, en svo leiðir eitt á öðru. Já, að það sé fókusin að bara gera eitthvað með forvinnu og stríðu og aflengi verður hún kemur bara. Hún bara eins og þú sáir treð sem fer heim og sofa og það vex meðan þú sefur. Já, nákvæmlega. Þú veist, þetta bara gerist einhvern veginn. Og þess vegna það svo fallegt að maður maður læri það smá saman, sko, þá fer þessi afkomu og framtíðar kvíði að rjáttlast ammanni og maður fer að finna, það verður allt í lagi. Það allt í lagi, það verður allt í lagi. Hvernig svo sem það fer. Af því að, þú veist, ég ekkert í kaskó, sko, ég fekk krabbamein, ég komst í gegnum það, þú veist, og ég mun eldast og veikjast og deyja, þú veist, definitely. Og ég mun, þú veist, við verðum öll fyrir ástvinamissi og allir sem þú hittir munur kveðja og svo framvegir. Þetta stóra lögmál. En þegar maður einhvern veginn tengdur inn í þetta lögmál að ég tilbúin að samþykja það og mæta þessu lögmáli, breytingana með ástríkri velvild, gagnvart mér og öðrum, þá ertu á býsna góðum stað til að fara í gegnum þetta allt. Þú veist. Þetta að kreppa hnefann utan á hlutin og vil ekki sleppa og reyna að stjórna og berjast gegn breytingunum einhvern veginn, það töff, sko. Það erfitt líf. En þarna erum við með, og þetta bara leiðsögn sem að arfleiðin hefur gefið okkur. Þetta allt annað, það ekki að finna upp hjólið, það að byrja að æfa bara. Gangast við þessu að byrja að æfa þetta. Og þess vegna eins og maður hefur talað að og eins og bara Sameinuðu þjóðirnar, þú veist, menn eru bara að tala þær blindgötur sem kapitalismin og þessi kerfi sem gera kröfum hagvöxt á grundvelli gróðans og hann alltaf materialískur þessi gróði, og við erum inn í rými þar sem við erum að vinna með þekktar stærðir og takmarkaðar stærðir. En hagvöxturinn óvandalegur og krafan hagvöxt, sko, það ekkert limit. Þannig að þetta dálítið eins og junkie bara. Meira og meira, harðara efni, meira efni, þetta virkar ekki, það fá sterkara. Og þetta leið sjálfseyðingar. Þannig að ef við förum ekki að setja, sko, compassionate gildi inn í breyturnar sem búa til hagkerfin okkar, þú veist, þetta með er þetta kærleiksrík ákvörðun, veldur þetta velsældi fyrir alla? Ef við höfum ekki þetta inn í breytunni, þá erum við að keyra inn í blindgötu sem við erum í, sko.
og við erum komið svo nálagt sko, hörðum afleiðingum að þetta bara umræða inn í hagfræðinni, inn í pólitíska strúktúrnum, þetta með að við verðum að setja inn í breytuna sko, vendun jarðar, þú veist, þessu gróðurhúsa hamfarirnar, hamfarahlínunin, við þurfum að setja breytur inn í hagkerfin þar sem valda því að við getum á hlutabréfamarkaði þá hækkar einhver hlutabréf að því að mengun að minnka. Við þurfum að setja inn í breyturnar í þessum hagkerfum þá blómstra þau að því að fólkið hamingjusamara. Réttlætið meira, stríðin eru færri, vopnunum fækkar og þessi element þurfa að fara inn í það að þá góðu business í gangi, sko. Þú veist. Já, stríðanum hefur fækkað 60% og hlutabréfið mitt hefur hækkað 120%, þú veist. Af því að hlutabréfamarkaðurinn bara fiksjón, hann bara hugmynd. Hann á sér enga stoð í raunveruleikanum. Þetta eru tilfinningalega væntingar gróða. Og þess vegna segja menn sko, já, hlutabréfamarkaðurinn brást svona og svona við. Það að segja, kvíði, græðgi, eða þessar erfiðu tilfinningar að reagera og hafa áhrif á hlutabréfamarkað. Og þetta eru með erfiðustu tilfinningum mannsins, þú veist. Og þess vegna alveg sagt að segja, við ætlum að setja bara aðrar tilfinningaforsendur inn í breytur og hlutabréfamarkaði og hlutabréfin markaðurinn bregst mjög vel við þegar að kemur í ljós að barnadauða hefur fækkað, mælanleg hamingja hjá fólki hefur aukist og svo framvegis. Þú veist. En það þá hvati til þess að... Já, það enginn að segja, við getum aldrei yfirgefið verslun og viðskipti. Það að segja, hvaða forsendur setjum við þetta? Og það alltaf flott, þú veist, ef við erum eins og súfistar í Ísland sem voru miklu kaupmenn og eru miklu spekingar og voru mikið á Silkiveginum, þeirri ágætu kaupmannaslóð árum áður. Þeir setja þetta svona upp, samskipti þín við aðra, kannski 70% samskiptaðin við aðra eru viðskipti. Þannig að viðskipti eru samskipti. Og hvers vegna ættir þú að taka út spiritual getuðina, 70% af ævi þinni lífi og svona, tekur þú út úr þeirri jöfnu að vera spiritual og góð manneskja. Bara svona eitthvað hardcore illfygli sem að reyna að krista hámarksgróða með minnstum tilkostnaði. Þegar sem þú að setja allt þitt besta sem manneskja inn í samskipti. Og þá myndu uppskera sem þú sáu til. Og þeir lögðu mjög mikla áherslu á þannig heiðarleika, velvild, kærleikur og allt þetta. Og það alveg fáránlegt að við skulum ekki kenna, þú veist, í háskólasamfélaginu á öllum stigum kennslunar, alveg saman hvað þú ert að fást við. Compassion. Compassion. Vegna þess að þessi ástríka velvild, hún gerir allt betra. Og þetta eina útgönguleið mannsins við það hlutskipt að hafa þennan heila sem við höfum. Vandkvæði okkar og dómsdagurinn, ef hann rennur upp, ræðst að þessu, sko. Hvernig tökum við ábyrgð á því að vera með græju sem gerir lífið svona erfitt og hættulegt. Og þegar við vitum, þessi heili hefur líka hluti sem geta gert okkur kleift að taka ábyrgð á þessu. Þú veist, ef við tökum þetta abstrakt og setjum þessa vangaveltur okkur heila og mannin bara yfir í fyrirtæki og þú sér við erum með kerfi sem að eyðileggur framleiðslu, eitrar vöru okkar, fæli frá viðskiptavinni og étur upp húsnæðið okkar og við getum ekki losnað við þessa breytu, hún föst inn í kerfin okkar, en við erum hins vegar með aðra breytu sem kannski 20% af því sem við erum með, en með því að setja þessi 20% inn í heildarmyndina, þá getum við lagað þetta allt. Þá myndi þetta hver einasti maður, auðvitað gerum við það. Hvað, ertu hvað rugglaður? Bara inn með þetta strax, skilur þið.
en þegar það kemur að því að við erum þessi breyta, þú veist, við sitjum upp í þessu tilfinninga, þessum ófullkomleika, þessari óreiðu, og við erum svo mörg svona fíkni tengd inn í þetta. Okkur líður vel í óörygginu, okkur líður vel í, það er að segja okkur líður ekki vel, en við upplifum okkur örugg. Og það var eins og þerapistin sagði við mig, sko, maðurinn velur öryggi fram með velsæld, sko. Já. Og þess vegna viltu heldur vera í ofbeldissambandi heldur en að fara úr því og fara í einhverja óvissu. Já, því óttumst á óvissun og breytingar. Já. Og það er heilinn. Já. Hann er alltaf í því að verja okkur. Óvissu, já. Þess vegna, þú veist, þess vegna liggja sko örlög mannsins í því að gangast við þessum heila. Gangast við sko forritinu sko, sem keyrir allt áfram. Rannsaka það. Það liggur ekkert í Al-Qaida, kommunisma, sósíalisma, Íslam, þessu, hinu, svarti, rauði, hvíti. Þetta er ekkert þar. Þetta er allt inn í forritinu. Þannig að ef að maðurinn fer í það að segja, hörru, við leggjum niður öll vopn og við leggjum niður allan ágreiningum hvað er í ytra landslæðinu og snúum okkur að því að skoða hvað er inn í kerfinu. Og við ætlum að komast að því hverja villunar eru og hverja veldur þessu rugli og vinna saman að því að leiðir þetta. Og svo komast þeir að því það er búið að komast að þessu, þú veist. Það er 3000 ára niðurstaða, allagana. Að niðurstaðan er, við þurfum að þjálfa með okkur ástríka velvild. Gátt okkur sjálfum og öðrum. Punktur. Þannig er þetta. Algjörlega. Ímyndaður að var ekki hægt að dæma þig og gæti sér frá einnig skoðan sem gæti verið túlkuð sem óvinsæl. Vá, segðu þetta, þannig er þetta. Já. Hver var eins og óvinsæl skoðun? Ég var að segja hana. Ástrík velvild. Ástrík velvild, það er óvinsæl. Hvað heldur þú? Já. Í praxis, hvar er hún í gangi? Hvað er hún ofan á? Það sem við lendum í þegar við presenterum þetta og viljum fá þetta inn í breyturnar, ástríka velvild og kærleik sem við köllum, að þá svona, allir tilbúin að samþykja það, en svo kemur, þú verður að vera raunsær. Menn, þetta er aldrei að virka svona, þetta er ekkert svona og þetta er ekkert að ganga upp, sko. Þú veist, ef það eru svo margir tilbúin að skreita sig með þessu en það er ekki af því að það að fara að skoða það hvort að ég lifi eftir þessu lögmáli að vera, þú veist, að reyna að láta ástríka velvild ráða lífið mín og svona, að þetta er óþægilegt því þú lendir alltaf inn á því ég er ekkert rosalega ástríkur þú veist, hvað er þetta að tala um? Þetta sé ég sé eitthvað illmenni, hvað þetta meina, þú veist ég nenni ekki að taka þátt í þessu ég er bara góður eins og ég er þú veist, þetta er svona þetta er ekki alveg svona einfalt eins og ég set það fram, ger mig grein fyrir því þá er þetta, þú veist, on en þetta er samt, sko, eru menn drepnir ofsóttir og bara murkaði niður bara við að hafa þetta viðhorf. Já, ég held að sko ímyndað er að það væri ekki hægt að dæma þig og þú gæti sagt frá einni skoðu sem gæti verið túlkuð óvinsæli og öðru. Þetta er bara mannkynssagan. Pældi því. Þú getur týnt til mjög marga sem að Já, og líka, þú veist, eins og komst inn á, þú veist, ég held að þú sérð hvað einstaklingur og fólk trúir á með því að skoða hegðunni þeirra, ekki hvað að segja. Þú veist, ég get alveg sagt að þessi góður einstaklingur, góður maður, sem getur bara verið og ekki sýnt að það verknaði. Nei, og þá komum við aftur að þessu, sko, að gera góðverk því er ekki endilega að þú sért góðmenni. Nei. Og það er bara það sem við sjáum oft í illri gjörð þeirra sem misnota aðra. Þá er þetta oft
fólk sem í góðgerra starfsemi að vinna með hennu brotnu og hennu veiku og óaðfinnalegir einstaklingar með óaðfinnalegt rekord en geta samt verið að gera þessi illvirki behind og síðan hitt þó þú fremur þetta illvirki þýðir ekki endilega úr sett illmenni ef við skoðum sko illvirki hefur gert þú þarft að gangast við því en það þýðir ekki endilega úr sett illmenni að upplag þitt sé ílska þetta mjög mikilvægt þegar þú ert að vinna með einhvern sem sannarlega hefur framið illvirki og hann getur ekki snúið frá því nema hann gangast við því og leiðu hann gengst við því þá fær hann tækifæri til að skoða hvað gerðist akkur fór ég á þennan stað og þá oftar en ekki kemur í ljós að upplagið þínu ertu góðu maður þú ert bara góðu maður og þú getur bætt fyrir þetta þó að þetta sé sum illvirki eru þannig að þau eru óafturkræfalega eins og að taka líf annarra mannesku en arfleiðin öll með dæmi þetta hvað við þurfum að gera til þess að svo sé hægt og það mjög stutt og laggótt þetta að þú þarft að helga líf þitt í að hjálpa öðru þá getur þú lært að lifa með þessum hörmungum sko að því við verðum líka að vera í stakk búin til að grípa gerendur og hjálpa þeim út úr krísunni alveg eins og við gerum með fórnarlömbin þú veist, og svo þetta ekki alveg svart og hvítt vegna þess að gerendur eru oft fórnarlömb líka, þú veist, eitt leiðir að öðru þetta eins og við vorum að tala áður, allt samtengt og við þurfum alltaf að nálgast þetta á þennan heildræna hátt og vegvísirinn í þessu hjá okkur þarf að vera þetta compassion þú veist og compassion ekki meðvirk hún getur verið mjög afdráttarlaus og krefjandi og bara stiltir upp frammi fyrir þessum kosti sko það svona já, mér finnst svona kannski vanta umræðu eins og sem brjótaði sér, þú veist hvenær og hvernig eigum við að hjálpa þessum einslum að koma aftur í samfélagið, það fattar mig já, það eru til aðferðir til þess já, mér finnst vanta bara samræðara umræður það já, það er líka sko það er líka andrúmsloft umræðunar getur stundu verið svo krefjandi og dæmandi að þú veigra þér við sem einstaklingur að stíga inn í hana með hugmyndir eins og þetta að grípa gerandan og ef við gerum það ekki, ef við mætum ekki gerandanum og grípum hann þá skiljum við toxið eftir sko, eitrið eftir, það heldur áfram að eitra í hjarta viðkomandi að því að hann situr eftir í bleiminu og seiminu sko og alveg það sama og ef við grípum ekki þolandan þá situr hann eftir í bleiminu og seiminu og það leiður oft til þess sérstaklega þegar ræða börn að það verður úr þessu mikið ójafnvægi, mikill harmur sem leiður svo til sefunar í fíkni drasli og leiður svo aftur til ofbeldis Síðast spurning, ef þú gætir einungis komið einu skilaboð á framfærið út lífið til annarra einslinga, hver var svo skilaboð? Ástrík velvild. Já, það svolítið línan sem við erum að vera. Það er ekkert, það einhvern veginn að því að ástrík velvild eða compassion ekki sem sagt í ytra landsleginu, þetta ekki pólitík, þetta ekki menning, þetta ekki köld. Þetta ekkert eitthvað sem skilir þetta hlut af efnabúskap heilans og wherever you go you walk with your mind sko. Þetta fylgjur okkur og mun fylgja okkur og þarna hjálpræðið fyrir bara mannkynið þetta eru stóru skilaboðin og þau þessi rauðu þráður í gegnum spiritual arfleiðin okkar hvort sem það eru Indjánar Norður Ameríku, hvort sem það allstar þar sem þeir ber niður í goðsagninnar, þá alltaf harmoni og kærleikur. Skildu. Og svo þetta
á ýmsum tímum og ýmsum menningakerfum og svona þá ratar oft, þú veist, litast oft svona spirituál umhverfi og alls konar ofbeldi og kúltúr sem ofbeldis miðaður og svo framvegis, en það bara dæmum það hvernig við getum farið algjörlega í ójafnvægi og ratað inn í ofbeldismenningu sem við upphefjum, en allan hennan tíma samt þessi efnabúskapur til staðar og hver og einn býr yfir hana. Við búum öll yfir þessari getu að geta elska og þykja væntum og fundið til með öðrum, þú veist. Á ég 50 milljarða? Hvað ætla ég að gera við þá? Þú veist, get ég notað hann pening, ekki endilega gefa hann, en get ég notað hann til að fjárfesta í einhverju. Við erum að sjá tóndæmi þetta hér og þar. Að þeir sem hafa efnast ekkert endilega að kaupa sér gullklósett. Nei, nákvæmlega. Þeir fara líka í það að setja þetta út í samfélagið og reyna að búa til eitthvað prójekt sem að öllum til heilla, og þess vegna ég hef meiri trú á þessu heldur en pólitísku kerfi sem notar vald til jöfnunar, Þetta verður einhvern veginn að koma innanfrá en ekki ofanfrá. Ja, þess vegna þurfum við að þróa samkennd hver og einu steinsleika. Já, hver og einn verður reyna að taka ábyrgð á þessu. Í staðan fyrir að þessi bara sett alla jafna ofan, að þá reyni, út af því að þú veist, ef þú fær hvatan til þess að verða samsleikur sem þú getur orðið, þá getur þú orðið öðrast einhverja hæfni eða eins og einhverju dæmi sem þú varst að tala að þú verður eignast einhverja peninga og ef þú ert með compassion, að þá ertu kannski líkil til að finna einhverja lausni fyrir eitthvað fólk og þá nýtum við kannski meira styrkleika fólks. Ef samfélagi verðlaunaði fyrir það líka, sem bara ábætt í því. Einn eða annan átt, ég veit ekki hvernig hann en þú útfærslega atriði. Að því við getum ekki bara hort á gildismat okkar 2021. Árið 2060 getur við bara komið annað gildismat á því hvernig umbuna í einhverjum sem tilbúin að hjálpa öðrum. Að því að forsendurnar í ytra rýminu bara jörðin, súrefni, vatn, allt þetta, þú veist, við veitum ekkert hvernig getum við, þú veist, og við veitum ekkert alveg hvernig maðurinn, hvernig hans viðhorf og hvernig hans viðmið verða eftir 100 ár, en við verðum að taka líka, við verðum líka að taka inn compassion, ástríka velvild og samkennd og þetta sem sem eðlilegan og sjálfsagðan hlut, ekki sem eitthvað svona sem er fallegt, skilurðu, af því að þú verður svo góður eða þetta sé svona ekki skreitikent, þetta þarf að vera bara svona, ertu búin að bursta tennurnar? Þú veist, hefur það hægðið reglulega? Eða hvað í gangi, hvernig kennum við krökkunum að þrífa sig og í skólanum og svona, þvo hendur og bara basic atrið. Ef við réttum þeim þessa verkfærakistu í ljósi upplýsinga, að þú þarft að þjálfa með þessa getu, þér til heita er bara gott fyrir þig að ráða eiga aðganga þessu, bara svo seinni í lífinu og allt þetta, skilur en ég ekkert að þvinga í það að vera góðu gæi eða nú ert ekki nógu compassionate eða eitthvað svona, heldur bara að þú farð upplýsingar og æfingar hvernig þú getur þjálfað þetta með þér þegar einhver vondur við þig og þér líður illa, þá hefur allt í einu getu til að skoða það, ávarpa það. Þetta að gerast með í yngri kynslóðinni. Hún svona mile ahead með mína kynslóði þegar að tala tilfinningar og verið í tilfinningabúskap og svo ég hoppi nú einu í aðra annað að það svona stóra byltingin sem í gangi, í heiminum í dag það og það kemur MeToo inn í og við sjáum það speglast í kröfum til pólitískra fulltrúa, það meira spurt hver ertu og fyrir hvað stendur heldur en endilega hvað ertu að fara að gera þú veist, síðan til að komast áfram dálítið
þó hún geti verið sko allt þarf þetta að þróast og slípast en fólk farið að horfa miklu meiri inn á við MeToo-byltingin vísir þessa byltingu mannsins að fara að horfa inn á við og taka ábyrgð á ófullkomleika sínum. Þannig að þú horfir á MeToo-byltinguna ekki endilega út frá sexisma, heldur út bara frá þróun mannsins. Að þá þarna mjög sterk vísbending það að mannkynið, þökk konum, að mannkynið að fara að horfa inn á við. Og þegar karlmönnum stilt upp mestmegnis í þessari umræði til að takast á við hennan ófullkomleika við þetta stjórnleysi sem hefur svona stýrt okkar menningu þá leið verið að vísa í maðurinn sem slíkur, konur og kallar þurfa að fara að taka ábyrgð á ófullkomleika síns upplags og þess vegna leið þetta pólitísk félagsleg bylting þá þetta samt bylting sem að bendi þess átt og þetta það sem Edgar Tolle hefur verið að tala og fleiri svona spaðar í andlega bransanum þetta með að maðurinn hefur bara x tíma til að taka ábyrgð á sér og það gerist ekki nema að kíkja inn á við það gerist ekki með því að vera með tilskipanir efnislega tilskipanir í ytri heimi sem við þurfum þó að gera skilurðu en við jafnlega því þá verðum við að fara að taka ábyrgð á okkur af því það ekki nóg að vísa bara í kolefnisjöfnun eða orkuskiptingu og svo framvegis ef við tökum ekki ábyrgð á gerandunum og gerandinn maðurinn sem slíkur leið og hann fórnarlambi líka við erum bæði gerendur og þolendur í tilvist okkar Það byrjar allt saman hjá okkur sjálfum Já, algjörlega Því að sko maður oft sko líka í þessum svipuðum gír taktu til í herbygginu árunum fyrir að gagnrýna heiminn sko byrjaði þar og finnst að svolítið litast líka, við erum líka búin að tala svolítið út frá einstaklingnum að maður taki ábyrgð á sjálfu sér og sýni sjálfu sér samkvæmt og þá getur maður gefið öðrum ákveðið ljós og hafa góða hraðara. Og þetta bara mengið sem við komumst ekkit út úr. Nei. Við komumst ekkit út úr viðorkunni, við verðum alltaf við og til þess að vera, þú veist, í harmoníu þar, þá þurfum við að taka ábyrgð á ég fyrir breyðinu, sko. Og finna balansin hann á milli, sko. Já. Ég held að þetta sé rétt leið til að horfa á heiminn. Já, ég held að maður búin að velta þessu ansi mikið fyrir sér. Ég kem úr svona mjög hardcore vinstri kultúr sem úlingur og ungu maður, sko. Já. Bara blóðu bylting var eina sem maður horfði á, skilur og hérna og þú veist, lagðist yfir marxisman og var bara eins og ég hef alltaf verið svona praktíserandi í því sem ég að gera ég ekki bara teóriumaður þú veist, ég barist fyrir farandverkamann, skipulagði hreyfingu og sett hann í gang á landsvísu og við náðum inn á þing með lagabreitingar þetta og svo framvegis og verið svona ég hef svona verið alveg svona aktivist alltaf en svo eftir að maður lenti í þessari krísu með sjálfa mig og gafst upp fyrir sjálfa mér og fór að skoða inn á við þá allt í hennu bara lýsist sviðið upp bara leið og ég að skoða mína persónlegu sögu og allt svona þá allt í hennu fær maður lýsist upp sviðið hvað að vera human út af hvað gengur þetta hversin þetta svona erfitt akkur þetta ójafnvægi í gangi og svo framvegis og þegar maður fer að rýna inn í þetta allt og svo versus marxismi eða kapitalismi og svo framvegis að þá sér maður að ef við erum að rannsaka þetta þá verðum við að fara alveg hérna eins og læknir sem að rannsaka sjúkdóm eða fyrirtæki sem að skoða kórið hjá sjálfum sér sko. Þá verðum við að fara í bara uppruna orsökina sko. Og hún bara upplag mannsins og við höfum upplýsingar til að takast á við þetta við þurfum bara að byrja að gangast við og byrja að æfa okkur og setja þetta inn í bara alveg reyndi þessu þegar við ætluðum á heimsmeistarakeppninni í fótbolta þá var tekin ákvörðun það, þú veist, 10 árum áður. Já. Þú veist. Nákvæmlega, þá var tekið ákvörðun, við tökum þetta núna, því trúum að þetta muni vinna að gefa okkur í framtíðinni. Við erum ekki slökkva elda, við erum að fjárfesta og sko, að fórna skamminu verðlunum fyrir langtíma ávinning. Það var eins í músikinni.
þegar var tekin ákvörðun að hlaða undir tónlistakennslu í skólum og allt þetta. Hvað gerðist? Þetta hægt. Ef við tökum ákvörðun það að hlaða íslenskt samfélag upp með compassionate getu með því að keyra þetta inn í grunnskólana, að því við erum ekki að tala trúarbrögð, költ eða neitt. Við erum að tala bara common sense. Að vera mannlegur bara og common sense, já. Hvað ert þú sem græja? Já, nákvæmlega, og hvað er þetta að koma? Hvað getur þú kennt betri í skóla en það að uppgötva sjálfa þig? Svo getur orðið starffræðingur, verkfræðingur, eða eitthvað. Veist. Er það ekki? Hefur ekki kenna okkur að vera hver eru við? Og hvað komum við og hvert eru að stefna? Og afleiðingan því verður síðan allt sem við gerum. Algjörlega. Ég held sér bara gott að enda þessu á þessum nótum. Já, takk fyrir það, Vinnur. En bara, Dolly, þakka þér bara yndislega fyrir bara góða stund. Og Sömuleiðis. Mér fannst mjög gaman og innihaldsríkt að spjalla við. Takk fyrir það, sömuleiðis. Fínt, takk. Takk fyrir það.